Þrátt fyrir að eldgosið í Holuhrauni sé í rénum ekkert sem bendir til þess að það eigi við jarðhræringarnar í og við Vatnajökul. Svæðið enn lokað vegna mengunar. Hér í Mývatnssveit bíða innlendir og erlendir vísindamenn eftir að fá að komast þangað inn. En við náðum tali af sýslumanninum á Húsavík sem yfirmaður almannavarna hér á svæðinu þegar hann var að gera sig kláran til að fara upp að stöðunum og skoða þar aðstæður. Já, staðan óbreytt að segja má. Hættumat á svæðinu hið sama og liðna daga. Flóðahættan til staðar og fréttir af lofttegundum og óæskilegum. Það gildir það sama það í dag eins og fyrir daga. Þannig að það er óbreytt ástand. Nú mældist hér á Húsavík talsverð mengun. Það eitthvað til að óttast? Þetta eru óhollar lofttegundir, það augljóst mál og það veltur auðvitað á því magni sem að ræða á hverjum stað, hversu mikilli hættu það getur valdið. En ég svo sem ekki réttur maður til að úttala mig um það beinlínis, en þetta eitthvað sem að ber að varast og fólk finnur fyrir. Varstu var við það að fólk hér á Húsavík væri óöruggt eða fyndi til ótta? Nei, þetta nú svo yfirvegað og lífsreynt samfélag hér á Húsavík og þú spyrir það sérstaklega. Ég held að það hefur nú ekkert beinst að því mjög. Við erum hér í prýðilegu skjóli og vel staðsett fyrir vindáttum þessa dagana og ég tala nú ekki fyrir þessari stóru ógn. En hins vegar eru íbúar í Norðurþingi og raunar víðar sem að auðvitað hafa yfir höfði sér frekar þá hættu sem að við erum að reyna að laga okkar viðbrögð að. Hver hún nákvæmlega? Já, það nú fyrst og fremst náttúrulega þessi flóðahætta sem við höfum mestar áhyggjur af og okkar undirbúningur hefur ekki síst beinst að því að reyna að undirbúa viðbragð við því ef að gos hefst undir jökli. Það er stærsta váin sem við eiga. Og fyrir þá sem ekki eru staðkunnir, hvað myndi það hafa í för með sér geta haft? Já, nú það bara, gos undir jökli mun sjálfkrafa framkalla stór flóð og að því gefnu að það verði ekki til einhverju katlar sem ekki hleypa vatninu út en það alltaf svo hætta að það verði mikil flóð og þá mun það einfaldlega ráðast af þeim vatnasviðum sem að þetta vatn mun leita á og viðbröðin eru þá í samræmi við það og það geta orðið það sem auðvitað líklegast Jökulsárfjöllum. Við höfum líka áhyggjur af Skjálfandafljóti og það eru fleiri möguleikar sem hefur verið rætt og ekki útilokað að jafnvel þetta vatn leiti sér leiða sunnan úr jökli en það eitthvað sem áhættumat á hverjum tíma með til endurskoðunar. Hvað klókt af fólki að gera eða hafa í huga akkurat á þessum tímapunkti? Varðandi hættu eða viðbúnað? Það finnst svolítið eftir hvar það staðsett. Tölum þetta svæði okkar hérna fyrir Norðausturlandi. Já, þeir sem eru á rýmingarsvæðum sem að búið að skilgreina og eru einkanlega í námunda við Jökulsá og svo Skjálfandafljót að það fólk sem það eru staðir þar sem að fólk ætti að hafa varan á sér og kynna sér það sem að við höfum raunar kynnt nú þegar á íbúafundum viðbrögð þar að segja hvað það á að gera og hvert það á að fara og ég vona við höfum upplýst íbúa á þeim svæðum sæmilega það. Þannig að það má eiginlega segja að það sé kannski það sem að okkar svona lykilverkefni að tryggja það að það sem hættan mest að þar verði viðbröðin hvað traustust. Hvað ef til þess að kæmi? Hvað hefur fólk á þessu svæði þá langan tíma til að forða sig? Það fer alveg eftir hvar það staðsett og hversu hratt þetta flóð brýst fram og hvenær það fæst vitneskja það. Og þetta getur allt spilað saman og komið út með ýmsum hætti. Þannig að það eins gott að vera vakandi á þessu svæði? Já, það þarf allir hér aðeins þessa dagana og vikurnar að vera meðvitað það sem í loftinu. Og í orðsins fyllstu merkingu því nú gas og óæskilegar lofttegundir farnar að sveima hér eftir því svolítið hvernig vindandi blása og það þarf að fylgjast með. Og það svæðið til dæmis lokað núna? Svæðið lokað og hefur verið lokað og hættumat hefur alls ekki breyst
Það ekkert komið fram raunverulega sem að leiði til endurskoðunar, hefur leitt til endurskoðunar á því. En hvernig gengur ykkur lögreglunni að halda fólki frá? Nú, við erum bara með lokaða pósta, við erum með mannaða pósta og ég held að gangi nú svona stórt sé bara býsna vel. Fólk virðist átta sig á því að þetta er ekki svæði til þess að fara að leika sér á eða fara fyrir eintómar forvitnissakir. Það eru 2 hópar sem hafa verið skilgreindir sem að hefur verið talið rétt að gera undanþágu með og það er fjölmiðlafólk sem hefur mikilvægu hlutverki að gegna til að miðla upplýsinga til samfélagsins og svo vísindamenn sem eru að vinna í rannsóknum sem beinlínis snúa að þessari hættu. Ert þú að fara, hvert ertu núna að fara í þessu? Nú grefst mér hér glóðvolgan, ég ætla að fara í vettvangsferð núna, nota seinni hluta dags í dag til þess að fara þarna upp yfir, þó ekki væri nema til þess að fá ofurlitla tilfinningu fyrir því hvernig aðstæður eru. Ég er ekki sá fróðasti, ég þekki þetta auðvitað allt saman á korti og pappír en já, þú greifst mér hérna, ég er á leiðinu upp yfir til þess að sjá það með eigin augum hvernig þetta lítur út. Það var ekki tefið og þakka þér innlega fyrir gott samtal og gangi vel. Ég fæ kannski elpa þig. Já, við sjáum til með það.